Það af nóg að taka í örfréttapakka vikunnar og byrjum við í fótboltanum þessu sinni. Káa gerði sér lítið fyrir og laði KR að velli 3-2 í Lengjubikarnum með Egilshöll á laugardaginn. Elvar Árni Aðalsteinsson, Daníel Hafsteinsson og Frosti Brynjólfsson gerðu mörk Káa. Káa hefði það með unnið alla 3 leiki sína til þessa og á toppi riðilsins ásamt Breiðablik. Íslandsmeistarar Þór Káa byrja Lengjubikarinn hins vegar ekki jafn vel en liðið mætti Stjörnunni í Akraneeshöllinni á laugardaginn. Stjarnan var 4-1 sigur en Sandra Meijó skoraði mark okkar liðs. Það voru þó jákvæðar fréttir fyrir liðið helgina en Arna Sif Ásgrímsdóttir skrifaði 2 ára samning en hún var einmitt fyrirlið Þórs Káa þegar liðið var Íslandsmeistarar árið 2012. Í handboltanum vann Káa öruggan 33-16 sigur á Hvíta Riddaranum á fimmtudaginn eftir að staðan hafi verið 16-8 í hálfleik. Sigurinn var aldrei í hættu en Áki Egilsnes var markahæstur við 9 mörk og Dagur Gautursson gerði 8. Kvennalið Káa Þórs lagði Víkingavelli á föstudag 32-21 eftir að staðan hafi verið 19-13 í hálfleik. Ásdís Sigurdóttir var markahæst með 7 mörk og það Kara Rún Árnadóttir og Marta Hermannsdóttir gerði 5 mörk hvor. Í blakinu eru deildarmeistarar Káa komnir í undanúrslit Kjörinsbikarsins eftir 3-0 sigur á afturlendingu í Káamýlinu á þriðjudaginn. Káaliðið sló þar út ríkjandi bikarmeistara en þar áður hafði Káa hampað bikarmeistaratitilnum 2 ár í röð. Kvennamegin átti Káa 2 lið í áttalúrslitum en féllu bæði úr leik. Káa Krákur lék á heimavelli gegn Þrótti Nes en leikurinn tapaði 3-0. Aðalliðið lék gegn Aftureldingu í Mosfellsbæ og tapaði einnig 3-0. Kvennaliðið lék svo 2 leiki gegn HK í Mitsúnadeildinni helgina í Káamýlinu og töpuðust báðir 3-0. Þá viljum við benda á að Káa og 1-2 og Elda hafa gert með sér samstarfssamning en með því að panta mat á 12.is og ákveða að sækja pönturinn í Káamýlu styðjið þú við félagið. Endilega kíkið á 12.is og kynnið ykkur þjónustu 1-2 og Elda. Næstu helgi eru útileikir í okkar liðum. Í handboltanum sækir Káalið Stjörnunnar heim og Káa Þór mætir FH. Í blakinu leikur kvennalið Káa svo lokaleiki sín deildinni þegar liðið leikur 2 leiki gegn Stjörnunni. Það var ekki fleira að sinni, takk fyrir áhorfina og áfram Káa!